Þegar lögum eftirlaun æðstu embættismanna ríkisins voru samþykkt á Alþingi fyrir 5 árum, spratt út mikil reiði meðal landsmanna því lífeyrisréttindi þessa þjóðfélagshóps voru aukin verulega. Ein þeirra röksemda sem notuð var fyrir þessari hækkun var sú að þingmenn og ráðherrar ættu erfitt með að fá vinnu á almennum markaði þegar þingsetu þeirra lyki. Við ætlum hér á eftir að skoða hvernig þeim þingmönnum og ráðherrum sem hættu á þingi eftir að lögin voru sett hefur gengið að finna sér ný störf. Lögin eftirlaun æðstu embættismanna ríkisins og voru samþykkt á Alþingi fyrir 5 árum voru vægast sagt umdeild því lífeyrisréttindi þessa þjóðfélagshóps voru aukin verulega. Við skulum nú skoða hvernig þeim þingmönnum og ráðherrum sem hættu á þingi eftir að lögin voru sett hefur gengið að finna sér ný störf. Ein rökin fyrir því að þing og embættismenn þyrftu veglega eftirlaun voru að eftir setu á Alþingi gæti verið erfitt að fá vinnu á almennum vinnumarkaði og að fyrrum alþingismenn þættu ekki heppilegir starfsmenn. Við skulum heyra hvað flutningsmenn frumvarpsins höfðu það að segja. Eftir að vera búin að meta þessa kosti og galla að þá taldi ég og tel enn að kostirnir séu meiri en gallarnir. Verið þá að ganga til móts við það sjónarmið sem mjög hefur verið uppi að bæði það að þingmenn sé ekki hér elliærir og einnig hitt að það þurfi ekki að fara í mikla djúpleiðir til þess að finna þeir starfa á almenna markaði því að það hefur nú gengið býsna illa. Kastljós hefur skoðað hvernig þeim sem hætt hafa þingsetu síðan lögin voru sett árið 2003 hefur vegnað á vinnumarkaði. Þeir sem hafa gegnt ráðherraembætti hafa horfið til eftirfarinna starfa. Tómas Ingi Olrik hætti sem menntamálaráðherra og varð sendiherra í Frakklandi. Guðmundur Árni Stefánsson varð sendiherra í Svíþjóð. Davíð Oddsson hætti sem utanríkisráðherra og var skipaður bankastjóri Seðlabankans. Halldór Ásgrímsson hætti sem forsætisráðherra og varð framkvæmdastjóri Norrænu ráðherranefndarinnar. Árni Magnússon hætti sem félagsmálaráðherra og hóf störf hjá Íslandsbanka. Halldór Blöndal var formaður bankaráðs Seðlabankans. Jón Kristjánsson var stjórnarformaður Reykjalundar og hefur sinnt ritstörfum. Sigríður Anna Þórðardóttir var sendiherra í Kanada. Rannveig Guðmundsdóttir er formaður framkvæmdastjórnar Samfylkingar og starfar fyrir Norrænu ráðherranefndina. Jónína Bjartmars fór í frumkvöðlastörf í Kína og Guðni Ágústsson lét nýverið að þingmennsku og óvíst hvað hann hyggst taka sér fyrir hendur. Og Kastljósi er ekki kunnugt hagi Sólveigar Pétursdóttur en hún er formaður Hrafnseyranefndar. En óbreyttir þingmenn hurfu til eftirfarinna starfa. Margrét Frímannsdóttir varð forstöðumaður fangelsisins á Litlahrauni. Sigurjón Þórðarsson var framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlitisins á Norðurlandi vestra. Guðjón Ólafur Jónsson hélt áfram störfum sem lögmaður en varð auk þess formaður barnaverndarnefndar Reykjavíkur. Guðrún Ögmundsdóttir varð verkefnastjóri hjá menntamálaráðuneytinu. Bryndís Hlöðversdóttir var forseti lagadeildar Háskólans á Bifröst. Jón Gunnarsson var stjórnarformaður Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar og rekur útflutningsfyrirtæki í Keflavík. Gunnar Birgisson var bæjarstjóri í Kópavogi. Hjálmar Árnason var framkvæmdastjóri samgöngu og öryggisskóla Keilis. Gunnar Örlygsson rekur útflutningsfyrirtæki á sjávarafurðum. Magnús Þór Hafsteinsson hóf störf fyrir Frjálslyndaflokkinn. Sæunn Stefánsdóttir starfar á skrifstofu rektors Háskóla Íslands. Guðjón Hjörleifsson rekur fasteignasölu í Vestmannaeyjum. Sigurrós Þorgrímsdóttir var forseti bæjarstjórnar Kópavogs og bæjarfulltrúi í Kópavogi. Mörður Árnason starfaði fyrir Samfylkinguna og er nú sjálfstætt starfandi íslenskufræðingur. Jóhann Ársælsson fór í byggingavinnu en situr í stjórn Íbúðalánasjóðs og í sjósleysanefnd. Guðmundur Hallvarðsson hélt áfram stjórnarformennsku í sjómannadagsráði og var formaður siglingaráðs. Dagný Jónsdóttir fór í nám og barneign. Drífa Hjartardóttir var framkvæmdastjóri Landssambands sjálfstæðiskvenna. Anna Kristín Gunnarsdóttir fór í nám. Valdimar Leó Friðriksson er framkvæmdastjóri Landssambands slökkviliðs og sjúkraflutningamanna og Bjarni Harðarsson sem nýlega sagði af sér þingmennsku hóf störf hjá Heimssýn og sinnir nú ritstörfu.